Grilli. Oliver ekki að fara á HM. Nei. Þetta svolítið sjokk. Þetta er mikið áfall. Þetta áfall fyrir landsliðið og þetta áfall líka fyrir heimsmeistaramótið. Já. Þannig að, já, þetta ekki góð staða. Nei, það hefði verið svolítið gaman að sjá hana og þú átt nú landsmótssigur 2011 eftir flensuna, hann sem var á vindheimamölum, Ómur frá Kustum og hann aldeilis sló í gegn þar. Það hefði verið nú gaman að eiga hestinn sem myndi slá í gegn núna HM. Já, það hefði verið, já, það var eiginlega það sem maður vann og vonast eftir. Já. En það gengur ekki allt upp það sem svona hugurinn stefnir til. Nei. Þú ræktar hann hest og þegar þú varst að leiða hrissun undir, varstu viss að kæmi ekki að einhver hana? Það er aldrei hægt að vera viss. En ég vann nú með Aron einn vetur og tamdi orku og svona, mér fannst þetta geta fitta vel saman og Aron hefur komið afskaplega vel út hérna á Kustum. Já. Þannig að mér fannst þetta spennandi valkostur. Hvernig blóð ertu með svona í stofninn hjá þér í ræktuninni? Það sem að ég legg mikla áherslu á að hrossin séu dálítið langræktuð og mér finnst alltaf spennandi ófisksblóðið að blanda því inn og svo svona að hrókera þessu dálítið svona eftir því sem manni finnst. En mikið atriði að sko þekkja hestana og náttúrulega mæðurna líka sko til þess að já, þá veit maður meira hvað maður að gera í rauninni. Já, það er hlynsblóð í ræktunni eða ekki? Jú, ég með 2 hlynstætur. Já. Hekla frá Sæfelli sem var með hæstu einkunn ásamt annarri 2002, inn á landsmót 2002. Já. Og hún búin að skila mér afskaplega góðum hrossum. Og svo aðra hrissu sem frá Skíbakka, sem móðir Dimmu, Ketils og fleiri góðra hrossa. Já. En hún var aldrei sýnd. Nei. En verið afskaplega farsæl í ræktun. Já. Ketill hefur nú verið að stimpla sig aðeins inn í keppnisbrautina hjá Huldu. Já. Búið að ganga ágætlega. Búið að ganga, já, og það sem maður kátur með að það stígandi í honum. Já. Og hann ekki búinn að segja sitt síðasta held ég. Nei. Svona, það er svona mín tilfinning. Já. Hann búinn að vera stigvaxandi alveg frá meistaradeild. Já. Og hefur komið bara mjög flott út í keppnum, B-úrslitum og úrslitum. Já. En svona, eins og maður segir sko, hann aldrei náð að toppa þannig séð sko, að fá þú veist, allar gangtegundir til að virka virkilega á sama tíma því að hann býr yfir fegnarskemmtilegum hlutum. Já. Og hann að gefa gott? Það svona verið að byrja á fyrsta ákomanum undanum og Ég hef heyrt að það lofi góðu. Já, það lofa góðu. En síðan enda náttúrulega Ketill á sínum tíma þegar hann sýndur að þá er hann hæst dæmdi kláristurinn í heiminum það árið. Já. En þetta stór og mikill hestur og vantaði svona aðeins neistan í hann til að byrja með. Já. En svo hefur það svona farið stig batnandi og hann afskaplega skemmtilegur í dag hvað það varðar. Já. Hann undan nagla. Hann undan nagla, já. Og þannig að þetta alveg pjúra kvistaræktun. Já. Ómur, hann náttúrulega, þú tamdir hann og já. Hvað hann orðinn gamall núna? Hvað? Ómur 10 vetra. Er hann hættur á keppnisbrautinni? Nei. Svona hugurinn stefnir í að hann mæti hér á Hellu á næsta ári já, við skulum segja einhverjar uppákomur. Já, A-flokkinn?
Vonandi. Já. Og sami knap á síðast? Mér þykir það líklegt, án þess að við séum búin að fara í saumana á þeim hlutum, en mér þykir það mjög líklegt. Já. En ræktunin gengur vel og þú ert búin að sýna svolítið hópa hrossum núna, já, í byrjun sumars, eða ekki 5-6 sem þú sýndir? Jú, það sem er virkilega gaman að hvað að verða svona, hvað á maður að segja, maður getur orðið gengið svona nokkuð út frá árgangum, að maður að fá verulega spennandi hross og allt upp í bara topp gæðinga. Já. Og það nánast lítið sem ekkert sem að fellur úr. Já. Núna í ár, hvað fékkstu mörg fólund? Í ár fékk ég 14 fólund. Og þú ert búin að vera að bæta aðeins inn í? Já, stefnan er að vera með svona 20 fyrstvelna hryssur. Í ræktunum? Já, og ég er að bæta núna inn hryssum svona, hef verið að því og ætla að gera það síðustu 2 árin og svo aftur næsta ári. Já. Er þetta svona spútning hryssurnar sem þú sýnir sem að fara í ræktunina? Já, það en svo líka skiptir blóðið miklu máli. Já. Þú veist, og svona hvernig mann líka við hrossið. Það er ekkert endilega hæststemmda hrossið, heldur svona það er svo margt sem maður spilar inn í. En maður svona, maður vill halda undan ákveðnum hryssum inn í ræktun og ég er svona að byrja að endurnýja hryssurnar þar sem ég vill halda inni. Já. Og það gerir maður ekki 1, 2, 3, heldur verður maður að velja rétta afkvæmið þegar það poppar upp. En hvernig ertu með mikið orradætum í ræktun? Ég er með 2 orradætur í ræktun og svo reyndar 2 nagladætur, þannig sem er náttúrulega Orrasonur. Orrasonur. Svo ertu með Aronsdætur, eða ekki? Ég er ekki með Aronsdætur. Við getum sagt að svona þær hryssur sem að ég er hvað ánægðast með reyndar þar svona alltaf fleiri og fleiri að koma inn. Já. En orka er náttúrulega mjög hátt skrufið hjá mér og náttúrulega gríðarlega sterk gen á bak við hana og við getum nefnt Myrra móðir Muna, Frigg móðir Fannas í Þýskalandi og Hekla frá Sæfelli Hlínsdóttirinn. Já. Og það eru þarna nokkrar hryssur sem ég er að endurnýja en þó þær séu ekki orðnar mjög gamlar samt sem áður en bara þú veist að maður tekur réttu gripina þegar þeir dett inn. Já. En svona út í það sem við byrjum á, Oliver. Hvenær seldirðu Oliver fyrstum? Það haustið 2000. Hann er búinn að vera 3 ár úti og þetta er áttræð kona sem kaupir hana þér. Já. Og dóttir hennar í dýralæknir. Já. Og svo er þetta svo óöfnilegt að hann fær hrossasótt þarna hjá þeim. Var ekkert hægt að gera? Ertu búinn að heyra í þeim? Já. Gútula hafði samband við mig og sagði mig frá þessu og öllu þessu leiðindamáli og af því að það búið að leggja mikið í hlutina þannig að þetta var mikið áfall að svona færi. En hvernig það með, hefurðu heyrt eitthvað í útlendingum, er ekki svekkt að sjá hann ekki í brautinni? Jú, ég heyri það eiginlega bara víða að það voru margir sem hafði orð á því við mig að það var það sem þeim hlakkaði mest til að það var að sjá Oliver. Já. Og bæði hér heima og erlendis. Já. Þannig að þetta er mikið áfall
já, ég myndi segja að heimsmeistaramótið tæki niður fyrir þennan öfluga hest eins og hann hefur verið á þessu tímabili. Já, og það náttúrulega búið að hlúa vel að honum. Danni hefur flogið út bara mánaðarlega og verið í viku, 10 daga og þjálfað og svo það er svo milli dóttirinnar, Guttulega ekki? Jú. Og þetta hefur greinilega verið gott prógram með það. Já. Leggja mikið undir. Þetta hefur gengið bara fram af vonum eins og hesturinn hefur sýnt á þessum 3 mótum sem hann hefur farið á. Og þannig að þetta er svona gríðarlegt sjokk á endasprettinum að þetta skulle koma upp. Já, og þetta er svona... En ég get þó sagt frá því að Guttulega sagði mig það að gæti verið að honum yrði stillt upp á Norðurlandamótinu næsta ári eða þá í Herning eftir 2 ár. Já. Þannig að við skulum nú vona að fáum að sjá okkar meira til hans. Já, hann hlýtur nú að koma eitthvað fram. En það hefði verið gaman og líka fyrir Daniel að vera búinn að klúðra heimsmeistaramótinu síðasta á brokki og vera með pálmann í hendinni og... Já. Og núna loksins komin í landslið eftir að vera svona berjast svolítið við það að komast inn og ekki vita að hann væri að fara í landslið og svo var hann valinn. Já. Danni er náttúrulega búinn að leggja gríðarlega mikið á sig og það sem hann sá að þetta var svona ofsalega spennandi verkefni. Já. Fann það fljótt að þetta gæti farið hugsanlega alla leið. Já. Og þá var hann til í að leggja allt í sölurnar en þetta er nú svona endurinn allavega á þessu tímabili. Já, það er ekki skemmtilegt. Nei. En hvað er svona annars uppáhaldstripp í húsinu í dag? Það er afskaplega erfitt að segja en ég bind nú gríðarmiklar vonir við Ólafsdóttur, 4 vetra. Já. Sem undan Frigg frá Heiði, Erradóttir, sem móðir Fannars í Þýskalandi sem hefur verið að gera mjög gott í fimmgang í Þýskalandi. Verið með öflugustu hestunum þar. Þannig að það 5-gangsgenið þar? Já. Það er gaman að þetta er ekki bara á einu stað heldur, þetta er svona á fleiri stöðum þar sem að hross frá kvistum að gera góða hluti. Já. Þetta er búið að vera svolítið svona skipulagt hjá þér eða ekki? Þú ert búin að vera henni í hvað 15 ár eða meira? Nei, það má segja sko að fyrstu foreldrarnir fæðast hér 2003. Já. Og úr fyrsta árgang þá nú bara hestar eins og Ómur, nú Fannar, Muni, heimsmeistarinn og náttúrulega Ómur landsmótsigurinn 2-faldur. Já. Þannig að þú kemur með stæl inn. Þannig að það má segja það. Ég man alltaf eftir kynningu hjá Ágústi Sigurðssyni og sýningu frá kvistum að hann talaði með Spútnik-búið kvistir. Já. En þetta hefur gengið, eiginlega fram á honum. Já, það er gaman að því. En svo notið þig sjálf, hvenær byrjaði þú í hestamennsku? Ég nú eiginlega bara liggur við fæddur á hesti. Það er nú bara þannig. Ertu hérna frá Hellu? Ég frá Hellu og sem sagt fjölskyldan bæði í föður og móðurætt. Mikið í hrossum og faðir minn mikið í hrossum og ég naut góðs af því. Hann átti mjög góða hesta og sem að ég fekk að nota að vild sem að kveikti þennan áhuga sem hefur ekkert farið síðan. Nei. Kepptur ekki mikið hérna áður? Jú, ég gerði það og en svo var maður nú einyrki í þessu í þó nokkuð mörg ár, kaup og selja hross og manni hélst afskaplega illa á góðu hrossunum þannig að það var lítið svona toppgæðinga þegar að koma einhverjum upp á komum. Já, það var búið að selja. Það var búið að selja og maður hafði svona
já, manni þóttu afskaplega gott að hafa svolítið í rassasólum. Já, en var þetta ekki svolítið skemmtileg tímabil? Var ekki keypt eiginlega bara allt sem var gott? Jú, þetta var gríða skemmtilegu tími. Já. Maður kannski fór á morgni og eftir daginn búinn að keyra einhverja 100 kílómetra og jafnframt búinn að kaupa einhverja hesta og... Varstu með kerruna með þig bara og... Nei, ég var það nú ekki. En svo var það oft að maður var búinn að selja þessa hesta líka bara 10 dögum seinna, sko. Já. Og þannig að þetta var aksjón og mjög gaman. Já. Og þetta var náttúrulega... En þá voru líka hlutnir töluvert öðruvísi, þá komu kaupmenn sem að voru að kaupa kannski erlendis frá, sko, sem voru að kaupa allt upp í 20 hross. Já, einu pakka. Einu pakka. Já. En núna sjáum við svona fjölskyldu koma sem að leita einum hest sem að og fer ansi víða og þetta tekur allt miklu lengri tíma. Já, já. Og þarf að vera svona og mikið tamið og búinn að ná 650 lágmarki. Já, það eru allt aðra kröfur og sem ágætt, það er bara, þetta kallar á betri vinnubrögð og þetta kallar líka á þú veist, góða ræktun. Já. Og að karakterinn sé góður í hrossunum og mikið atriði að reyna að hafa þessi hross á boðstólnum og það sem maður að rækta, þetta séu hross það sem að fólk sko, hafi virkilega náða fyrir og getur í því. Já, en varðandi kynbótadóma, nú var alltaf áður fyrir bara hann með 830, 850 í kynbótadóm. Nú til alveg fullt af hestum sem eru með 830 og upp úr og þeir ekkert að sjást mikið kannski í keppnisbrautinni. Er keppnisdómurinn í íþróttadóm betri orðin heldur en kynbótadómur á góðum hesti? Eða skila meiri söguna? Já, það er ekki, sko það er orðin gríðarleg breyting á sölu til dæmis á fyrstuvöluna hryssu í dag. Sko fyrstuvöluna hrissa ekkert á að verða í sölu eins og hún var fyrir nokkrum árum síðan bara því hún í fyrstuvölunum. Hún þarf að virka í keppni, hún þarf að vera með fet og stökk og allar þessar gangtegundir í lagi. Já. En þannig að hrissa sem að með 7, 8, 10, 90, hún getur verið miklu áhugaverðari sem sölurhross heldur en hrissa með 8, 10 og 20. Já, bara út að hún þá með meiri fótabörð og... Já, hún svona... Og skilar þessum gangtegundum sem þarf að vera í lagi í íþróttakeppni. Og svona áhugaverðari fyrir kaupandi. Finnst þér að gæðingakeppnin sé á undanhaldi? Ég von ekki. Hún hefur nú verið að ryðja sér til rúms erlendis meir og meir en ekki þar fyrir að við þurfum að horfa afskaplega mikið á íþróttakeppni. Það er það sem að hlutinni snúast að fólk geti riðið sem sagt alla gangtegundir og þær séu svona í þokkalega góðu lagi. Já. Það er lykillinn að selja? Já, ef maður hefur gott og vel tamið hross og þá er ekki vandamál að selja það. Herru, ef við ekki kíkja aðeins út í Gerði, ég sé að það eru gæðingar í bunkum út í Gerði. Já. Segðu mér aðeins hvað er hvað. Jú, gerum það. Hérna eru alsystir Olivers. Þessi hérna brúna. Þessi brúna. Hvað er hún gömul? Hún er 7 vetra. Hún reyndar fór dálítið illa út úr veikin á sínum tíma og fékk í lungun og var ekki hægt að fylgja henni nógu vel eftir í tamningu. Það var að gefa henni frí og
en virðist vera komin á gott ról í dag. Hún er ósýnd. Hún er ósýnd, já, út af þessum veikindum sem hún var fyrir. Þannig að næsta ár er hennar ár? Já, vonandi. Hérna er afskaplega skemmtileg fyssa undan Orku og Þórótt. Þessi rauðglófursta? Rauðglófursta sem er Ólafsdóttir hér. Þessi rauða? Þessi rauða. Þarna er, þessi brúna er undan Myrru, móður Muna og Óms, Óm segi ég. Og eru þetta 5 metra? Þetta eru 4 metra og 5 metra. Orradóttir þarna undan Heklu frá Sæfellum. Já, tel mig vera með gríða skemmtilegar ungrísur. Já. En þú varst slakur í sýningum í ár? Já, ég vil ekki segja að þeim mun sterkar á næsta ári. Já. Það var landsmót á heimavelli. Já, þá flaggar maður öllu því sem hægt er að flagga. Ég líst vel á það. Heyrðu, ég þakka bara kærlega fyrir spjallið og ég vona að Oliver verði bara góður þá fyrir næsta mót. Já, takk. Og hann sanni heiður búsins. Hann er örugglega eftir að gera það. Takk fyrir. Takk.